Við erum hér í viku 8 og efni sem lagt fyrir í þessari viku svona með cassing og með Redis, en við förum ekkert mikið í það. En það sem við getum gert með þessu Redis að þetta sem að þið voru að lenda í verkefni 2 líklegast þegar þið voru að vinna það, þið voru alltaf að loggast út af því að ef þið logga ykkur inn sem einhver admin og þá restörtuðu servernum og þá voru þið dottin út af því að session upplýsingarnir eitthvað voru geymdar í minni. Það sem er að gera allir með Redis að setja þessar upplýsingar í þá Redis geymslu, og Redis svona document based gagnageymsla, og þá getum við tengt það í sessionu okkar þar sem við segjum bara nú hættum við að geyma þetta í minni og geymum þetta þessum stað, sem dekúplar þá geymsluna og upplýsingunum það hver loggaður inn frá applicationinu okkar sem að keyra. Svo þetta notað líka til þess að kassa hluti, til þess að útfæra geymslu fyrir eitthvað svona queuing mekanisma, þannig að þú ert að búa til queue þar sem eitthvað kemur inn á okkur tíma og við viljum vinna á því. Það er að geyma þessu upplýsingar, það getur verið í Redis. Þetta er svona bara mjög svona alhliða góður hugbúnaður. Svo aðeins HTTP cache og bara svona aðeins hvað cache yfir höfuð. Síðan byrjum við aðeins að fara yfir React, og náttúrulega heil hellingur að dóti, og þannig að það sem að ég legg til bara að þið gerið að skoða þetta aðeins, þá aðalega þessar 4 fyrstu fyrir næsta tíma. Þá munum við taka bara svona svipa svona eitthvað walkthrough sem við ætlum að gera í dag með TypeScript og vefþjónustur út frá þessu efni. Þannig að þá munum við vera að skilja betur hvað að tala af því ég mun ekki vera eiga það miklu tími að ræða svona einhverja svona grunn hluti. Þau munum stansa við eða stoppa við eða starf, en þá munum við búa til bara eitthvað svona grunna React projekti, og svo í vikunni þar á eftir samhliða því sem við gerum í verkefni 4 sem við verðum að búa til frammenda ofan á vefþjónustuna sem við ætlum að gera í verkefni 3. Þetta hangi saman hjá okkur þessi verkefni. Það sem ég ætla þá að gera aðalega í dag bara að fara yfir og nota grunn sem gefin í verkefni 3 að TypeScript lausn fyrir vefþjónustu, og bara keyra þetta upp, sjá hvort þið lendum í einhverjum vandræðum, lagfæra vandræðin, eitthvað sem þið myndum bara vera að lenda í þegar þið eru að setja þetta upp, og smíða þá í raun vefþjónustur og skoða hvernig TypeScript hjálpar okkur, hvernig við bara vinnum það svona praktískt, og hvernig vefþjónustur og hvernig við erum að prófa okkur áfram með þær. Ok, einhverjar spurningar? Alright. Það var bara gamla, góða að byrja hérna er ég að vinna í sýnilausninni minni, hún ekki alveg tilbúin en svona líður að því. Afrættum þetta bara hérna. Það var komið heil hellinga fyrir dótið hérna. Opnum, og það fyrsta sem hérna að við erum með þetta TS-config sem að segir hvernig TypeScript á að haga sér, og þá erum við með þetta strict true hérna sem við munum sjá eftir hvað munir setja svona ákveðnar hvað á okkur. Við erum að nota ES-Next hérna sem þýðir bara hvernig við erum að nota modulakerfið, en við erum að nota ES-module, við erum að nota Node Module Resolution, það þá hvernig við hvernig Node leitar eða TypeScript leitar, og force, þannig að við séum ekki af því að í Mac og Windows þá skiptir ekki máli hvort að skjölun okkar séu nefnd með stórum eða litlu stöðum, en Linux skiptir það máli, og það getur verið leiðilegi bugga til þess að elda uppi, þannig að þetta neður okkur til þess að nota alltaf sama casingið. Og svo getum við sett fullt af öðrum stillingum hér. Þannig að ef við opnum hérna, þá getum við farið og séð stillingar sem eru til staðar fyrir TypeScript í gegnum þetta TS-config, og sjáum að þetta alveg slatta dóti.
en þangað til að þið eru komin eitthvað á stað þá bara höfum þetta svona og þið bara bregðist við því sem þetta gefur ykkur. Síðan erum við að keyra NodeMon með def hérna, en til þess að geta gert það á þann máta sem við erum með uppsettan, sem ekki notur compiler eins og við skoðum aðeins í sensta tíma, heldur við að skoða eitthvað sem heitir tsnode og við erum að nota virkni í node sem leyfir okkur að nota svona loader sem að segir þá breytir hegðuninni á node. Þannig að þetta breytir hegðuninni þannig að það nota tsnode sem þá just in time TypeScript compiler sem með stuðning fyrir ESM hérna og svo gefur við í raun bara hvað á að keyra. Og þetta er í raun nákvæmlega sama og við erum með hérna fyrir start skriftin okkar, nema við erum með þetta hérna til þess að við þurfum ekki að blanda þessu einhvern veginn inn hér og tilgreina líka að viljum horfa á TS-skrár, þannig að þá bara drögum við config fyrir NodeMon út úr því sem við verðum að senda inn í command line-ið inn í config-skrá. Og þá getum við bara keyrt npm install og það held ég aðeins hérna hvernig við keyrum þetta upp. Þannig að þetta er það sem er búið að gera og og svo dev og startskriftur hérna í package.json. Þannig að þetta er komið, þá getum við keyrt npm run dev, þá keyrir NodeMon upp, en nú krassar hún, þá er þetta að ég slökkti ekki á hérna, ég slökki hér, fyrir aftur hérna yfir og restartum þessu. Og þá sjáum við hérna að við fáum í raun experimental warning, custom ASM loaders is an experimental feature og við bara sættum okkur við það. En það sem að þetta tsnode í raun bara leið til þess að gera þetta á þess að taka þetta skref sem við vorum að gera í senasta tíma og svona gera þetta bara aðeins meira næs að nota þetta. Og þegar við fyrir að nota eins og create React app til þess að búa til create React app í næsta tíma eða Next.js sem við notum síðan í framhaldinu, þá eru þau með TypeScript stuðning og einhvern veginn á bakvið tjöldi eitthvað búið að tjekka þetta, þannig að við þurfum ekki að vera spáið í að það sé eitthvað svona compile skref, heldur þetta bara alveg eins og þurfum að keyra JavaScript kóðan okkar. En þetta transpilað þarna bakvið tjöldin og þegar við keyrum eitthvað build út þá erum við alltaf á endanum að fá JavaScript, af því að JavaScript skrárnar eru það sem er keyrt. Þannig að núna erum við komið með bara þennan grunn hérna og við getum þá opnað þetta, þá sjáum við hérna eins og saman fyrir 2 vikum að við erum bara með eitthvað JSON sem kemur tilbaka og við opnum þetta hérna og skoðum í network tabnum, færum hann hérna, stækkum þetta aðeins, þá sjáum við að við fáum hérna, við fáum response okkur er ekki hérna content type headerinn hérna, þannig að en þetta er ekkert sérstaklega þægilegt þegar við erum að þróa svona vefþjónustur og nota vafrana beint, þannig að það sem við getum notað er Postman, þannig ég ætla að gera hérna, nei, ég ætla ekki að gera þetta svona og ég ætla að gera svona, hérna ætla ég að búa til request og kalla það bara get slash og þá get ég gert svona og þá get ég keyrt þessa get skipun og þá fæ ég tilbaka hérna JSON sem ég er að vinna með og headerina og hérna fæ ég application JSON sem er þá að skilast frá Express þjónunum okkar og vefþjónustur snúast bara þetta, við erum bara með gögn sem við erum að senda á milli og svo er einhver konsúmir af þessum gögnum einhvers staðar annars staðar sem að gera eitthvað við þau. Þannig að við erum ekki að búa til útlitið, við erum að búa bara til viðmóti fyrir API. Ja. Og þar erum við að nota JSON og þarna kemur inn í þetta að syntactically þá erum við að tala JSON, við erum að segja til það hvernig gögnin okkar koma, þau eru JSON, það er vel skilgreint format, en síðan kemur þessi semantík sem er það hvað eru gögnin að segja okkur.
hvað það sem við erum að representa hérna. Og þá kemur það inn í þetta REST, þar sem við erum með þessa leið til þess að búa til eitthvað representation á gögnum, heiminum, módulum, einhverju sem við erum að vinna með og reyna að taka eitthvað sem svona frekar abstrakt og sjóða það niður í eitthvað sem svona hægt að skilja og nota. Og þannig að það sem við ætlum að gera hér í raun að taka þetta sem við vorum að vinna með bara í verkefni 2 og búa bara til vefþjónustulaga á það. Þannig að við getum séð þá lista yfir viðburði og staka viðburði með skráningum. Þannig að hérna einhverjar villur og þetta pottþétt einhverjar villur sem að koma út við að vera að biðja favicon.ico skrána sem við könnumst nú eitthvað við. En þá það ekkert eslint sett upp hérna, þannig við treystum bara á að ég skrifi þetta svona sæmilega og að TypeScript grípi inn í ef eitthvað í gangi. En hérna erum við með þessa bara catch errors, dekoratorinn sem að setur utan rátara til þess að fá villumeðhöndlun. En við ætlum bara að fjarlæga þessi til að byrja með og segja í raun og veru bara við ætlum ekki vera með neitt hér, við ætlum bara að vera með einhvern router og það eitthvað API hérna og við ætlum bara að láta hann svara fyrir allt til þess að byrja með. Þannig að þá þetta bara allt eins og við könnumst við, nema við erum komin hérna með merkingar á input parameterana í fellin. Þannig að nú erum við ekki lengur bara með rec res next, nú erum við með rec sem er request, res sem er response og next sem er next function. Þannig að þetta leyfir okkur að fá bara tryggingu á því að við séum að nota þetta rétt. Þannig að við skulum bara losku við hérna, við skulum bara segja slash mun skila okkur þá lista af viðburðum. Við köllum það bara eitthvað index hérna og hér viljum við taka í burtu þetta og ná í gögnin úr gagnagrunninum. Þannig að við þurfum þá að ná í einhvern events hérna og við þurfum einhvern veginn að slökkum að vinna okkar, við þurfum að ná í það einhvern. Þannig að það er fyrsta skrefið okkar og þá getum við bara hoppað inn í til dæmis sýnilausnina á sem er svona tiltölulega þægileg leið til þess að ná í þetta. Við erum með env hérna sem að ætti að vera git ignorað en við skulum bara taka þetta, fara hérna, gera svona og þetta heitir örugglega svona hérna. Svo þurfum við að ná í pakkon okkar, þá er það hérna, þurfum ekki bgrift, þurfum .env, við getum lesið upp envið okkar og pg. Það er það sem við ætlum að vera með í fyrstu og svo er spurning hvort langt við komumst, hvort við förum yfir það að validata gögnin að þessu er rétt sett inn. Þannig að svona .env express validator. Síðan getum við hent út þessu bara hérna til þess að sýna að þetta er resolvist alltaf milli. Við getum búið til eitthvað hérna, eitthvað sem að býti hverju fyrir okkur og við getum farið hér og sótt eitthvað svona og hér skulum við bara byrja á því að henda bara öllu út, held ég. Svona. Þannig hérna erum við að gera ráð fyrir að gagnagrunn okkar sé til og við sem ekki fara eitthvað vesenstu að búa hann til og svona. En við sjáum þá samt að við erum að fá villur. Við erum að fá villur þá hérna að allar þessi argument sem við erum að senda inn eru af típunni any. Svo þýðir þá í raun að
þessi parameter ekki með neina típu. Og það sem stoppar okkur eða sem kastar þessari villu í raun þetta strict true. Þannig að hérna þurfum við að skilgreina að við séum með eitthvað sem er error. Þannig að þá þetta error og þá getum við séð hérna að þá höfum við bara nákvæmlega 3 hluti sem eru á error. Það er message, það er stack traceið hugsanlega, þetta hérna spurningamerki að þetta sé hugsanlega undefined og það er name. Þannig að þetta það eina sem við getum átt við. Þannig að ef við reynum að gera eitthvað sem ekki á því, þá fáum við bara þetta ekki til af þessari típu. Og þannig fáum við typing kerfi sem bara gefur okkur alla þá kosti sem fylgir þeim að það hjálpar okkur með bara þetta að sjá hvað við getum notað og það hjálpar okkur með það að við séum ekki að nota eitthvað vitlaust. Svo erum við hérna, þá Q implicitly has an any type, út af því að það ekki gefið neitt. Þannig að við ætlum að segja að þetta verður bara strengur. Og values hérna í raun skilgreint sem tómafylkið. Og þá stendur hérna að það sé í raun bara alltaf tómafylkið. Þetta sé bara never, þetta fylkið af never. Og never svona típa sem segir til að eitthvað aldrei geta gerst. En við vitum að í raun að við viljum geta sendt inn fylki af strengjum. Og þá getum við setta svona og þá breytist þetta yfir í array af string og þá þetta hérna interface sem hérna generic og getur í raun tekið inn þá streng. En ég getur sagt líka að þetta getur tekið inn number og þá þetta í raun or operatorinn í TypeScript, það bara ein stök pípa og þá sjáum við að þetta breytist í string eða number eða null og svo framvegis. Hérna sjáum við að þetta orðið svo kannski frekar svona ólæsilegt að vera með þetta allt svona saman og þá getum við kollapsa þessu saman í bara einhverja típu sem við viljum kalla eitthvað annað sem bara getum kallað query input og þá getum við sagt type query input og sett þetta svona og þá fáum við það sama út nema núna sjáum við þetta fylki af query input þar sem að query input strengur, number eða null. Þannig að mega sense. Og þetta þá passar upp á að við getum ekki kallað í þetta nema með einhverju sem nákvæmlega þessari hérna típum. Ok, það eru fleiri villur hérna og það hérna að PG, Postgres pakkin, ekki með neina típur, það kemur ekki með típum. Þannig að pakkar sem eru gefnir út á NPM eru sumir með skilgreinda típur, aðrir ekki. Þessi ekki með þær. Þannig að það var hérna, við erum að keyra þetta til þess að vista típunar og þá kemur þetta á projekti sem heitir Definitely Typed sem bara open source project og önnur open source project sem sér það að skilgreina típur fyrir vinsæla open source pakka. Þannig að í lang flestum tilfellum eru til típur fyrir það sem við erum að nota hér sem þýðir þá að hlumist núna ef ég myndi reyna að nota eitthvað hérna PG pool að þá það bara eitthvað any. Þú veit ekki hvað þetta og PG í raun any. Út af því að við erum strikt þá þetta ekki í lagi. Þannig að við sækjum típunar og vistum hérna og þá fáum við núna PG eitthvað orðið eitthvað og þá getum við séð hérna PG pool að það eitthvað tekur config eða undefined og gefur okkur eitthvað documentation það hvað þetta Þannig að við erum ekki bara að fá documentation, fá típunar, heldur við líka að fá documentation sem unnið af einhverju community þarna úti eða bara þeim sem að viðhalda bökunum. Þannig að við ætlum ekki að vera að gera neitt með þetta og þá erum við komið með þetta hér og skulum sjá, nú krassar eitthvað og þá verða villurnar okkar aðeins öðruvísi þar sem að núna kemur í raun eitthvað TS error unable to compile TypeScript og þá hann hérna að segja að hún finnur ekki einhvern módúl sem við erum að vísa í. Þannig að þá í þessu hérna þá hann að segja að því ég hendi þessari skrá þá finnst hún ekki. Þannig að við tökum hana og svo kemur einhver önnur villa og þá það sama hérna í þessu að allt sem við vorum að vísa í og hendum það fyrir að kasta villum.
ok, ennþá krossum við og þá það bara hérna að við erum komin að þennan stað sem við vissum að maður eitthvað að, það sem okkur vantar gögn. Ok, þetta nú erum við búin að byggja smá grunn sem við getum fyrir að nota, þannig að nú getum við sagt eitthvað events hérna, query og við ætlum bara að kasta beint inn einhverju SQL query hérna til þess að byrja með. Þá fáum við núna þetta ekki verið svona, þetta svona. Þá fáum við núna að þetta promise af query result af any eða null. Þannig að þá signatureið á query fallinu okkar orðið svona. Þannig að tekum við einhverju Q sem strengur, value sem þetta query input og svo fáum við tilbaka query result sem promise af query result sem any eða null. Þannig að þetta query result, þannig að annarkvort fáum við tilbaka niðurstöðu eða við fáum tilbaka null. Þannig að fyrst hérna, við höfum séð þetta hérna, promise, að þetta í raun að skila okkur einhverju promisi, þannig að þetta mun ekki í raun resolva strax. En hérna í raun getum við sendið þetta áfram að þegar við erum bara að senda þetta beint hérna yfir eitthvað JSON events. Þannig að það hjálpar okkur ekki hérna við það að grípa það að vantar await. Þannig að núna í raun búið að býða af sér þetta promise, þannig að núna fáum við bara query result. En núna ef við förum inn í events, þá getum við sagt hérna, ok, þetta kannski kunnulegt. Við erum með hérna rows og row count sem við höfum notað til að sjá gögnin sem inn í þessu. Og við það þarna að autocomplete þetta, þá sett hún inn spurningamerki. Af hverju kom það inn? Það var ekki eitthvað í gögninu? Já, út af því að núna events. Róunum? Já, nei, út af því að þetta query result eða null. Já. Þannig að þetta hérna þessi Elvis operator eða operator sem leyfir okkur að athuga ef að þetta null, þá hætti ég strax það sem að spurningamerki Af því að ef þetta svona, þá fáum við núna villu frá TypeScript. Það TypeScript fara að hjálpa okkur. Það segir events is possibly null. Því þá ef við fáum null út úr þessu sem við búum að skilgreina hérna geti sannarlega skila null, að þá myndum við fá runtime villu hér. Þegar við myndum þá reyna að kalla í eitthvað sem null og við myndum fá null pointer exception. Þannig að með því að gera þetta, þá fer hún og við höfum í raun uppfyllt það sem að TypeScript vill að við gerum. Og ef við förum jafnvel lengra, þá krassar appið ef þetta ekki leiðrétt. Þannig að það ekki þannig að þetta sé svona rólegt á því eins og JavaScript. Þetta bara þannig að það bara getur ekki að þegar compilerinn skrefið komið inn og compiler skrefið segir bara þetta má ekki, það verður að gera ráð fyrir því að þetta sé null. Og þetta svona fyrsta byrjunin á því að TypeScript sé að gefa mér einhverja mikið benefit. Þannig að við getum sagt kannski köllum þetta result, við getum sagt events, eigi þá að vera einhver möppun á niðurstöðunum og gagnagrunnum yfir í einhverja eventa sem að við viljum þá helst hafa bara vel skilgreita. Bara event bara svona og þá getum við bara farið beint í hérna skemað okkar og við getum bara sagt við vitum mjög mikið það hvernig þessi gögn líti út af því að við erum bara með nákvæmlega þetta hér. Þannig að við vitum að það sem að kemur á að líti einhvern veginn svona út. Þannig að við getum þá farið og við getum búið bara til eitthvað hérna sem að svona abstraction og ná hérna og það sækita sem að felur þetta skref sem við ætlum að gera og við getum horft á þetta hérna og við getum sagt ok, nú getum við bara búið til típuna fyrir event. Ég ætla að segja að exporta típuna því að mjög líklega vil ég nota hann í einhver staðar annar staðar. Ég ætla bara að kalla þetta event af því að þetta bara vera stakur event.
og þá get ég búið sér núna til bara eins og object típuna fyrir eventin. Það er að segja að þetta er komplex típa, hún er ekki bara strengur eða number eða null, hún er samansafn af einhverju öðru, bara eins og object, og þá segi ég id á að vera number og þá erum við búin að tjekka við þetta. Ok, number, nei, fyrir ekki name á að vera string og það verður að vera, við getum ekki uppfyllt þetta skilyrði, það er bara í gagnrýnislæginu, en þetta getum við vissulega nýtt okkur. Það er að segja, það verður ekki svona eða svona. Þannig að það verður alltaf strengur. Ef við erum með event, þá verður það alltaf með name og það verður alltaf með id. Þannig að þetta er loforð sem við erum að segja í gegnum þetta interface sem við erum að búa til. Svo getur við sagt slug, það er sama þar, það á alltaf að vera þarna. Location, það getur samt ekki verið skilgreint, sama með url og þá erum við nú að gera bara spurningmarkin ekki eða null. já, þá er það í raun bara svona til hægðarauka út af því að það er svo oft þannig að munið hvernig JavaScript skilgreinir í raun hvað er undefined, þá eru breytur sem hafa aldrei verið skilgreindir eru undefined og lyklar á objektum sem hafa aldrei verið skilgreindir eru undefined. Þannig að þá geti ég raun verið með object sem er event og ási bara ekki þessa lykla, bara yfir höfuð. En ef ég er með þetta svona, þá verður hann að eiga lykilinn með gildið sem streng eða gildið sem null. Þá getum við bara sparað okkur að skrifa hluti, að þetta kemur þannig sér út á sama stað þegar við notum þetta, en er bara svona meira, þú veist. Þetta mikið er meira sens. Já, þetta er svona, Það er bara að hafa hólf með gildi eða þú veist. já, akkurat. Það var bara ekkert. Já, og þá er þetta oft í sumum fordómálum er þetta að kalla það að þú getur verið með svona nullable típu, að þú getur verið með svona absence af gildi í gagnastruktúrunum. Svo getur við sagt hérna created, en þá flækjast aðeins málin, af því að núna erum við komin á stað þar sem við erum með eitthvað sem okkur finnst vera bara eitthvað, þetta á að vera bara eitthvað basic dæmi, en dagsetningar eru ekki í raun primitive gildi í JavaScript, þau eru object, þau eru date. Þannig að við gætum kallað þetta bara streng og nota þá eitthvað svona strengja manifestation á hérna dagsetningunni, til dæmis eins og ISO hérna 3601 held ég, ekki. Sem er skilgreining, metric size rings 8601, afsakið mig, sem skilgreinir í raun hvernig við getum já, ég ekki heldur að þetta er eina sanna leið til þess að skrifa dagsetningar. Ég vona að þið séu sammála því og alltaf þegar ég noti dagsetningar þá byrjaði á árinu, svo mánuðinum 0 prefixað og svo deginu 0 prefixað. Þetta er eina leiðin til þess að skrifa dagsetningar. Sérstaklega í tölum, að þegar þið þá raðið þá er þetta alltaf raðast, þetta allt er rétt að dagsetningaröð. Ef þið raðið þessu bara eftir stafsetningu, L-röðum. Svo getum við verið með skilgreint timezone og eða þetta hérna þar sem þetta er bara í UTC sem er universal coordinated universal time. Við getum verið með viku og við getum verið bara með dag talið inn í árið. En við getum sagt bara hérna, við ætlum að vera með þetta sem bara sem date og við ætlum að update it sem date. Þá erum við bara að segja að þetta er instance af date hlut sem á að vera hann inni. Þannig að, en þá verður þetta samt þannig að núna ef við ætlum einhvern veginn að taka þetta og serialisera þetta, það er að segja, við ætlum að taka þetta einhvern veginn og geima þetta á formi sem við getum sendt á milli, til dæmis eins og JSON, þá er objektin í sjálfu sér ekki meðneitt, þú veist, eitthvað svona, ég er objekt, nú ætlum ég að vera strengur, þú veist, þannig að þetta er svona serialization mál, þetta er í Java líka, þú veist, við erum með, þetta er líka kallað stundum marshalling, eða þú veist, þú taka þetta, geima þetta í minni, taka þetta í eitthvað form sem við getum flutt þetta milli og svo aftur yfir í minni. Þetta þýðir það að við getum í raun ekki sendt þetta án þess að kóða þetta sem eitthvað sem er hægt að senda milli. Já. Væri hægt að þá, svo lengi sem það
einstaka date að vera með tvær mismunandi þá útgáfur af date. Þetta verið með annan hérna eða Nei, bara í rauninni inn í gagnagrunnum að created kæmi inn á til dæmis þessu ISO-formi annars vegar og síðan Já. öðru ef það væri sent inn. Já, og það er kosturinn það að við segjum hérna timestamp with timezone sem að þýðir að hann er geymdur í gagnagrunnum sem strengur sem við getum unni með út af því að dagsetningar eru svo mikið notaðar þannig að það er alltaf einhverja leiðir til þess að varpa þessu yfir á eitthvað eins og ISO 8601. Þannig að við byrjum Eru bæði að vinna með þessa skilgreiningu töflunni í gagnagrunnum og svo þetta type event? Já, það er nefnilega næsta spurning sem er í raun, ok, nú erum við þetta í gagnagrunnum og nú erum við þetta hérna hvernig lætur þetta virka saman hvernig, þú veist, og þá eru tvær leiðir eða þú veist, það er alltaf í grunninni er bara ein leið, við erum bara búið til vörpun úr representationinu í gagnagrunnum yfir í representationið í TypeScript það þarf bara að gerast einhvern veginn og það getur gerst með því að við bara skrifum það sem við ætlum að gera hérna en verður rosalega leiðigjarnt til lengri tíma og kemur það aftur inn á þetta sem ég hef nefnt áður að þú veist það er að nota eitthvað svona ORM eða Object Relational Mapper sem sér að taka object og eitthvað relational gögn og mappa þeim saman þannig að það er bara eina sem þetta gerir bara sér það að taka þetta einu formi yfir í annað og úr þessu formi yfir í hitt þetta er í raun bara þetta er ótrúlega boring dæmi en þetta er ótrúlega svona fundamental samt í því að vinna í svona þannig að það sem við getum þá gert núna er í raun að búa til eitthvað hérna sem segir bara eitthvað map db event to event ok, þá getum við í raun núna út af við erum með TypeScript þá getum við skrifað þetta að öllu leyti án þess að þú veist, keyra þetta og bara séð hvað gefur TypeScript okkur eina sem ég ætla að gera hérna er að sækja þetta sem er í raun query result kallum það bara svona og importum þessu og svo ætlum við að skila event frá þessu þannig núna erum við með þetta og fyrsta sem við segjum hérna ok, þú vilt skila event en þú ert að skila þú veist, void sem er kallað það að ég skil ekki neinu af því ég skila bara hérna undefined ef ég er ekki með return þá er það kallað void til þess að auðkenna það frá því að skila actually undefined þannig að þá er svona fyrsta hönnunar hérna ok hvað ef þetta hérna er bara eitthvað bull sem við getum ekki unnið með þurfum við þá ekki einhvern veginn að geta látið vita að við fengum bara eitthvað bull og þá er bara spurningin ok, getum við þá er þetta eitthvað sem við viljum gera og þá getum við skrifa bara hérna return null og þá erum við búin að uppfylla fyrstu útgáfuna fallin okkar og svo getum við exporta þessu þar sem við getum þá nota þetta nú gætum við bara skilja þetta eftir svona og sagt bara eitthvað to do hérna, útfæra þetta og farið hingað og sagt map db event to event af þá þessu eða hvað það er eitt hérna, það er eitt skref sem vantar Sko, vitum við hvað query skilar? já, ok, ég reyndar select stjarna from events þetta er bara svona fyrsta algjörlega þetta er það sem við ætlum að querya og því sem við ætlum að skila og ef við erum með þetta svona þá munir þetta ekki virka eins og að við viljum að þetta virki og þá sjáum við líka hérna út af því að það er í raun null hérna en það er ekki það sem ég ætla að gera Þú veist að það er ekki búið að gera þetta inn í sem þáttur? nei svona, það er allt grænt það er allt í lagi segjum sem svo við værum búin að útfæra þetta hérna þá er samt þetta er ekki að skila því sem við myndum vilja skila það vantar eitt skref Ég er mjög forvitin með hvað það er. ok og
eitt hint hérna, það er S er mjög mikilvægur stafur þegar kemur að þessu. Já, já, en við erum að taka bara eitt, þannig að við erum að láta eins og við séum að fá eitt, eða mappa eitt þegar við viljum gera það við þau öll. Þannig að þá getum við gert eitthvað svona og búið bara til nýtt fall hérna. Þú veist, þá er þetta er alveg ótrúlega boring dæmi, þú veist, bara eitthvað svona, já. Og þá getum við búið til annað fall hérna, sem við kallum svona, sem tekur líka við svona inputi eða hugsanlega þurfum við eitthvað aðeins að skoða hvernig það er. Og þá er spurningin hérna, hverju viljum við skila? Ok, fylgi af event. Svona. Ok. Já, en ok, þannig að þá þurfum við aðeins að finna út í þetta hvernig við, þú veist, tökum þetta hérna, þannig að það sem við fáum í raun verður input.rows .map, þannig að þá erum við með einhverja raðir, þá sjáum við að rows er í raun query result af mjög oft gott bara svona þegar ég er að sjá, ok, rows hérna, það er svona, ef við erum með þetta hérna, þá er þetta orðið einhverju any, þannig að hérna erum við út af því að þetta er í raun ekki típað gögnin sem koma, gögnin er ekki típuð, við erum í sjáum í raun að passa upp á þau, passa inn í típunar, að þá þurfum við að, þú veist, tryggja það. Þannig hérna erum við bara með fylgi af any, en við viljum þá hugsanlega breyta þessu hérna hjá okkur og segja að input sé, þannig að ef við fyrir hérna, þá fáum við bara eitthvað any, að input sé bara eitthvað unknown. Þá er þetta til þess að vera ekki að nota þetta any, þá getum við nota þetta sem unknown. Þannig að við erum að fá eitthvað sem við höldum að við vitum hvernig það lítur út, en við erum ekki viss. Og þá er það út af því að any segir bara ég er allt. Ég er bókstaflega allt sem getur verið. Ég get verið object, ég get verið fylgi, ég get verið tala, ég get verið null, ég get verið allt. Og meðan unknown segir ég er eitthvað, en það er bara unknown. Og ef við reynum að nota einhvern veginn, þá þurfum við að segja hey, þú veist í raun ekki hvað er í unknown. Þú voru að athuga fyrst, er þetta í unknown? Já, þú ert búin að athuga það á öruggan máta, þá getum við nota það. Þannig að þá getum við ekki sagt eitthvað input.foo af því að input is of type unknown, þannig að við þurfum að gera eitthvað til þess að komast að því. Þannig að við erum með þá þetta, þá getum við sagt map db event to event og þá fáum við hérna að við erum með svolítið flókna típu, við erum með annarkvort undefined sem er það sem gerist ef að þetta hérna triggerar, eða við erum með fylgi af event eða null sem er þá þetta hérna, þannig að þá getum við kallað þetta mapped event, þá getum við gert return mapped event, nema þá fáum við það í raun, ok, fyrsta lagi þetta virkar ekki, þannig að þá getum við bara sagt hérna strax if not input return bara tómafylgið, þá vitum við í raun, þá er undefined dottið í burtu og þegar við erum búin að setja núna svona guard fyrir það að það geti verið undefined, þannig að þá sér TypeScript það inferar það er búið að athuga þetta, þannig að type getur ekki verið hérna undefined, þannig að það verður alltaf að vera query result, en það getur ekki verið null þar að segja. Þannig að þá lendum við með þetta hérna, við erum með event eða null, þannig að við viljum droppa þessu null, þannig að segjum við fáum 10 event tilbaka, einn af þeim er eitthvað bilaður, þá viljum við henda út þessum bilað og skilja bara þessu 9. Þá getum við sagt filter boolean, þá fáum við svona smá
leiðindi hérna, þetta ætti að virka út af því að við erum að segja, þegar við segjum filter þá segjum við taktu fylki og keyrðu það sem er hérna á hvert eitt stak. Boolean er þess að primitive wrapperinn fyrir bara boolean sem er þannig að ef ég sendi eitthvað inn í hann sem er false í, þá fæ ég false, eitthvað sem er truth í, þá fæ ég true. Sem þýðir þá í raun og veru, filter er búið sem er hvert stak í lagi, já, skilað, nei, ekki skilað. En það virkar ekki hérna, þannig að við þurfum að grípa til annars hérna sem er að segja, ok, við þurfum að senda inn eitthvað hérna sem heitir i, bara fyrir item, og við þurfum að segja i is event. Þannig að hérna erum við búin að segja, við ætlum að keyra þetta fall sem við vitum að gera þetta sem ég var að segja, en við ætlum að segja að eftir að það er búið að keyra, þá tryggi ég, TypeScript, bara ekki hafa ágjörð á þessu, ég er búin að tryggja það núna að i verður alltaf event. Það verður ekki null eins og þú heldur að það gæti tekna sig orðið. Þannig að þá erum við búin að uppfylla í raun það að taka þetta hérna og skila array af event. Og þetta hérna heitir type guard type narrowing, þannig að alltaf hræðilegt að vera með is sem eitthvað einhvers staðar þetta hérna, ég bara já, ok, alltaf held alveg örugglega hérna, jú, type predicate. Define a user type type card. Simply need to define a function whose return type is a type predicate. Þannig að þá það hérna pet is a fish. Þetta er type predicate sem býr til þennan guard sem leyfir okkur þá að segja þetta, að þetta sé af einhverju ákveðnu típu. Ok, þannig að þá erum við komið með þetta scaffolding hérna þurfum við að uppfæra þetta, fjarlægja þennan, þannig að núna er allt komið fyrir utan það að actually skrifa þessa möppin. Þannig að þetta er svona, við erum að komast þarna, en við taka kannski 5 mínútur. Já, en tökum 5 mínútur núna, stöndum aðeins upp.